við getum kannski verið að spjalla niðurstöður í formannskjöri Framsóknarflokksins. Það var fyrir skömmu síðan var ennþá verið að talninga hvað í gangi og spennan magnast, kannski dettur þetta inn bara á hverju stundum, það nú samt ólíklegt. Það oft svona sem að það að telja aftur. Já, það 885 og kjörskrá segir RÚV og það enn verið að kjósa. Nei, það talningin, þeir eru byrjað að telja. Það hefur verið 16 myndum, þá var enn verið. Það vísir segir að þeir eru byrjað að telja. Já, atkvæðagreiðsla og talning atkvæða sendur yfir, já. Þannig að það kemur bara þannig. Þannig eins og það var önnur frétt sem að meðast áhugaverð í sambandi við pólitíkina. Já. Það var að Rósin, þú þekkir það félag, sem að fundi alltaf niður í Alþýðuhúsi þegar við vorum þar með pressuna. Það var svona lítið herbyggi sem á horninu í Alþýðuhúsinu við Hverfisgötu. Það sem var ritstjórn Alþýðublaðsins í gamla daga. Já, þar var Rósin oft með fundi. Birgir Dýrfjörð var svona drifkraftur þar. Já. Hérna þessi stofnandi rósarinn. Já, einhvern tímabili var þetta svona hópur sem var svona helsta stiðið Jón Baldvin svona þetta voru kratarnir. Já, samfélkingin var stofnuð. Það stofnuðu hörðu kratarnir í eðalkratarnir, Rósina. Þetta sem sagt félag sem hefur svona lifað og var endurvakið með miklu afli og hann þar formaður Guðmund Ingi Þóroddsson sem formaður afstöðu félagsfanga og hefur oft komið hingað við Rauðaborð, þau voru nú eins og með þætti á samstöðinni. Hann bauð sig fram í prófkjörinu, hann hefur gert það áður. Hann bauð sig líka fram í prófkjöri þegar það var til þings alltaf ekki verið 2021 að það var ekkert prófkjörið í samfélkingunni síðastaldi. Það var svo stuttur tími sem var til kosninga þegar Bjarni sprengdi ríkisstjórnina. Hann stemdi á 7. sæti. Nei, það stemdi og ég held að hann búið sér fram í 3. sæti. Og síðan lendir hann í 7. sætinu. Það eru bara 6 efstu sætin sem eru bindandi. Og hann hefur eitthvað svona forvitnast bara, en hún hefur sagt að hann fá ekki 7. sætið. Það er ekki sæt á listan. Já, það séð í morgun. Já, það einhver sem segir að einhver hafi sagt það. En hann alltaf komin í og Rósin þá í viðræður núna, skilst mér, við vor til vinstri sem að sanna Magdalena Mörtudóttir og ætlar að bjóða fram með VG. Og þá væri þetta náttúrulega svolítið sögulegt að við erum oft talað það að samfélkingin undir stjórn Kristrúnar og þess svona hóps ungs fólks sem í kringum hana, eða yngra fólks sem rekja þetta svolítið svo kosningamaskínu alltaf. Það séu svolítið hraðilega til hægri og þá það ein saga til þess að segja sögu vinstrisins á Íslandi. Það þannig að forusta allra flokka klífur flokkinn til hægri og þá það þannig að þú ert fyrst með Alþýðuflokkinn og hann færi sér svo mikið til hægri að vinstri hlutin gengur úr honum og myndar Sósíalistaflokk Íslands með kommunistunum. Svo heldur Alþýðuflokkurinn áfram að færast til hægri og þá fer vinstri hlutin út úr flokknum og myndar Alþýðubandalagið með Sósíalistaflokknum. Og svona heldur þetta áfram og ég meina þannig þjóðvaki Jóhannu og þannig VG verður til þegar hægri kratarnir eru svona ráðandi í uppbyggingu samfélkingunar. Þannig að það alltaf að tala klofningu vinstrimanna og alltaf látið lítið út eins og vinstrimennin. En öll þessi brot heyra sögnu til. Já, okkur ekki. Þjóðvaki. Já, þjóðvaki fór inn í. Og lengar, þú fórst aftar í söguna. Já, en þjóðvaki, öll þessi brot fóru inn í samfélkinguna. Þjóðvaki var hluti af samfélkingunni. Þannig að Alþýðubandalagið, Alþýðuflokkurinn, þjóðvaki, allt sem ég sagði, fór inn í samfélkinguna. Og kvennalisti. Nei, áður fyrr. Kommunistaflokkurinn og Sósíalistaflokkurinn eldri. Já, kommunistaflokkurinn, hann sameinaðist vinstri hlutanum úr Alþýðuflokknum úr var Sósíalistaflokkurinn sem sameinaðist síðan vinstri hlutanum úr Alþýðuflokknum sem gerði Alþýðubandalagið. Alþýðubandalagið sameinaðist síðan krötunum og varða samfélkingunni. Þannig ekkert af þessum flokksbrotum hefur eitthvað gufað upp eða horfið En sagan hefur alltaf verið sögð þannig að vinstrimenninni séu svo ódælir
að það sé ekki hægt að halda þeim inn í flokkum og þess vegna kljúfið sig frá. Raunverulega sagan svo að forusta vinstriflokkana færist alltaf til hægri þangað til að lífið verður óbærilegt fyrir þá sem eru sósíalistar eða vinstrisinnar inn í þessu flokkum og það þeir neyðast til þess að finna sér annan valkost. Og þess vegna væri það, ég er ekki að segja þetta verði, ég þekki ekki til þessa máls, en þetta hljómar eins og svona hluti af 20. aldasögunni að vinstri hluti samfélkingarinnar gamlu kratarnir síðan saminast sósíalistunum hjá Sönnu. Ég heldur bankinu ekki upp á Sósíalistaflokki Íslands, mér finnst það ólíklegt. En Guðmundur, ég sagði hitti, Guðmundur mikill svona eljumaður, drifkraftur í kringum hann, en hann fyrirverandi fangi. Hann var sittið í fangilsi á Íslandi og í Danmörku og margsinnis sagt frá því. Og svo hann samkynniður og svona, en hann er ekki svona mótaður í sama mótið og svona það sem að stundur við komum frá Kvíkubanka. Nei, já, ég veit það. En við stundum svona að tala það sérstaklega í samfélkinguna, þá var alltaf að tala að við erum að hafa flott fólk á lista. Flott fólk þýðir svona ákveðin típa fólki, sko. Eins og ofta verið að kvarta yfir að eiginlega horfir á listan á þetta allt meira minna sama fólkið. Gæti verið verslað í sömu fataverslunum, verið með sömu pocketbókina í vasanum. Ég man einu sem svo ég mynda fundi í samfélkingun, þá var einhver svona tiltekinn tegunda svona strigaskóm, sem voru einhvern umhverfisvænir strigaskor, voru allir komnir í þá. Þannig að þetta svona hætta, en Guðmundur Ingi ekki. Nei. Og ég sagði ekkert við hann, sko, þið verður aldrei boðið til borðs í þessu flokki, sko, það bara gleymdu því. Þá er ég bara eins og maður reynir að ráðleggja fólki bara persónulega, að vera ekki að sem sagt hans ekki nú fínn fyrir magbótamaður. Ég var eiginlega að reyna að segja þetta við hann til þess að hann dragur vonbrigðum hans, hann getur undirbúið sig. En hann fekk sæmilega kosningu. Hann var ef að hefði verið bindandi lengra, þá ætti hann 7. sætið. En það er ekki bindandi og það vissu allir áður eða fóru. Og sumiliti held ég hann hafi verið svektur. Hann stemdi á 3. sætið. Ég held að hann hafi veðjað á svona meiri endurnýjun. En endurnýjun kom bara, það var Pétur og svo 2 af þessu 6 efstu. Það er Pétur og 2 efstu. Nei, 2 sem voru fulltrúar ungliðana og það voru ordrunar frá Kristrúnu og svona klíkun í kringum hana. Flokkseigendafélaginu. Já, kannski bráðum fyrir maður geta kallað það, en þau náttúrulega ekki haft flokkin nema í 2-3 ár. Að þau unga fólki náði bæði inn í 6 efstu og Pétur. Þannig að það var breytingin og Guðmundur Ingi sem hann vinnur í gistiskílunum Reykjavíkurborgar bara búin að vera að vinna með þeim sem enginn vill sinna, eins og fangarnir og hann náttúrulega gert alveg stórkostlegt afrek þessi maður í sambandi við umræðu fanga. Þetta eru margir sem hafa verið að vinna við að styðja fanga, eins og Tolli Mortens og fleiri, sem hafa verið að byggja þetta. En hann sem svona talsmaður og með í réttlætis baráttu fanga sem var eiginlega bara þekktist ekki. Þetta er hans verk, afstæðið er hans verk. Og ég bara næ ekki stjórnmálaflokki sem bara tekur ekki bara flikkflakk og heljarstökka fögnuði við að fá svona mann til liðs. En þetta hann er lokaður úti. Já, þetta er svona gæti orðið merkileg saga, en svo getur verið að hann sé bara hóta þessu til þess að þröngva samfélkingunni, til þess að allir 7. sætið. Ég veit ekki hvort að þeir eru með 5 núna. Já. Ég held að það hafi svona væntingur að bæta við sig. Já, en svo líka varaborgarfulltrúar eru líka í ágætismálum. Já. En það hafa verið kannanir svona sem að sýnir að þeir hafa svona möguleika á að bæta við sig kannski 1, jafnvel 2. Ég held eins og að staða ríkisstjórnarinnar og efnahagsástandið eigi eftir að versna. Og það hefur alltaf áhrif, staða landsmálana, alltaf áhrif í sveitarstjórnum og sérstaklega í borginni. Er ekki kosið í maí? Já, 16. maí, það er aðeins fyrr, það var alltaf kosið síðasta laugardag í maí, held ég. En það búið að flytja eitthvað aðeins fyrr. Við erum aðeins byrjað að fjalla borgarmálin. Já, og svo er náttúrulega eru
fréttir hérðan og þaðan líka fleiri byggðarlögum en Reykjavík. Já, við verum eiginlega að koma okkur saman einhvern veginn hvernig við ætlum að fjalla svona önnur byggðarlög. Stundum hefur við reynt að taka fólk úr ólíkum sveitafélögum og tala svona bara stöðu sveitafélaganna almennt. Alltaf áhugaverð umræða en kannski, þú veist, þegar vera að líða kosning og þá bara deilan þessa brú eða þú veist, þannig að svo umræða fer svolítið svona fram á kosningabaráttunni, verður svona kannski svona full svona gáfumannleg svona að tala grundvallaratriði svona þegar allir eru kannski til í leikskóla og barnaskólana sem eru á vegum sveitafélagana. Það er mjög ólíkt. Skattprósenturnar sem eru? Þeir eru alveg upp í rjáfri, sko. Það eru bara þessi Garðabær og Seltjarnarnes og svo einhverjir sem eru eins og þarna sem eru virkjanirnar þarna á Suðurlandi. Langflestir eru bara upp í rjáfri með en það eru sveitafélögin standa bara mjög illa fjárhagslega. Hvalfjarðarsveit, náttúrulega stendur vel, hún kannski ekki mjög til botni. En það er nú verið að fara að kjósa sameiningu Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Þannig að það er ýmislegt að gerast, sko. En ég held að við náum ekki kynnt á næsta hálftímanum verður að segja fyrir 6 mínútum. Þannig að við ætlum ekki að sitja og reyna að teygja lopan í hálftíma. Er það nokkuð Pétur sem er að taka upp? Nei, Pétur segir að við verum að þetta. Nei, Pétur er reyndar á því, hann segir að allir þættir séu of stuttir þetta. Það vil helst af hann er fulltrúi þeirra sem er á langa þætti. Já, þá verður að taka vakti. Þú eitt smá tíma með ég fer mér eitthvað að borða og svo út. Já, en ég ætla að slá botni í þetta. Ég er ekki alveg heilt til hinsu, en láti þetta gott þetta í dag. Það er komið meir en 2,5 tími. Já, og búið að vera lífilegu þáttur og mjög lífilega umræðin í fyrir hlutunum. Ég sé að það er svona umræða hér og þar það hvernig hún fór fram svona. Síðan því að fólk er að taka þátt í umræðinu sem var áðan og fólk er að senda mér svona skilaboð meðal annars að benda á stað sjúklinga sem að ég var nú alltaf pæliði að skjóta inn í umræðina. Af því að ég var þarna á bráðavaktinni og maður sér yfir biðstofuna og maður veit að vinur minn kom þarna veikur frá útlöndum og hann var 8 tíma og ég heyrði í honum svona anslagið. Svo svona 5. tíman og þá sagði ég, viltu ekki bara komi og kaupa eitthvað svona take-away mat og komi með mathandaður eða eitthvað. Þannig að það er of seint ég komin inn fyrir liðið. Þá má enginn fara, við mátt ekki heimsækja neitt sem er hann inni. Kannski það bara eðlilegar öryggisráðstafanir. En þar beið það svo aðra 5 tíma. Þannig að það var 10 tíma þarna inni og ekki upp á bara vatn og brauð, ekki neitt. Það er sjálfsalarna frammiði þar sem maður getur keypt sómasamlokur og Snickers. En mér fannst alltaf eðlilegt að koma og færa manninu mat. Ég hef verið með átt fólk sem hefur verið á sjúkrahúsum í Afríku og þar er ekki heilbrigðiskerfið og ekki þannig að þetta er einhverjum í huga að hafa eldhús í spítala. Það er bara ættingjarnir sjá að fæða. Þannig að við bara læknum hann. Ég meina ef hann þarf að borða þá voru þú að sjá það. Þannig að það er svona hálf opinbert heilbrigðiskerfi. Þannig að það er ennþá einkavætt maturinn. Nei, ég bara að segja svona. Herðu, þetta var líflegur þáttur og skemmtilegur. Við sláum botnin í þetta en áður en að við slökkum á vélunum. Þá ætla ég bara að minna á allt sem þið sjáið hér og heyrið er í boði þess hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur. Það er fólk sem telur að samstöðun skiptir máli í íslensku samfélagi. Þessi umræða sem er mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi. Ef þú ert þessara skoðunar og vilt slást í hópinn þá getur þú farið inn á samstöðun.is. Það er hnappu sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunn áskriftin. Það mátt borga mér og vilt en þeir sem að kjósið getið látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við verðum næst með nýtt efni á annað kvöld klukkan 8. Það verður rauðaborðið. En njóti bara þess sem eftir eru helginni og takk fyrir okkur.